Theodór Már Guðmundsson stefnir að því einn daginn að verða sterkasti maður heims. Theodór, sem 24 ára gamall og 208 cm á hæð, segist að fengi brennandi áhuga á aflraunum eftir að hafa séð mynd Jón Pál Sigmarsson og gert sér grein fyrir því að hávaxnir drengir ættu ekki einungis heima í körfubolta. Síðan 2011 hefur Theodór bætt á sig 60 kílóum af vöðvamassa og segir töluna fara hækkandi, enda reynan að borða 8000 kaloríur á dag. Samhliða því að æfa 4 sinnum í viku og hugsa mataræðið, leyfir Theodór fólki að fylgjast með á hliðarlínunni. Hann virkur á streymisveitinni YouTube og einnig á öðrum samfélagsmiðlum eins og Instagram, en þar sýnir hann frá sínu lífstíl og lífi sínu almennt. Mér langar bara að byrja að spyrja þig, hvað ertu að bralla þessa dagana? Ég bara búinn að vera að lyfta á fullu og ýmis verkefni hér og þess, að leika eitthvað smá og svona. Það var svona aðal sem ég búinn að gera þessa dagana og náttúrulega bara að vinna, bara að fá peninga einhvers staðar og svona. Ég held ég að við séð einhvers staðar að þú stefnir að þið vera sterkasti maður heims. Já, það er draumurinn. Það er draumurinn? Það er draumurinn, það er svona lokamarkmið, en svona maður tekur bara eitt skref í einu, kannski geti það tekið 10 ára viðbót eða hvað, ég bara held áfram að vinna mig áfram. Það er svona eitt og eitt markmið sem leiðir á öðru. Ég sá það hérna á Instagram hjá þér, þegar þú varst 17 ára, árið 2011, þá varstu 90 kíló. Já, eitthvað, já. Og núna 7 árum seinna, 24 ára, varstu orðinn 150 kíló. Já, og hækkandi. Hvernig bætir maður á sig 60 kílóum í vöðvamassa á þessum tíma? Ég held að það sé bara, bara borða nóg og æfa vel. Það tekur bara tíma, maður er ekki að fara að bæta sig 60 kíló og einu ári nema að sé megna þessi fita. En þannig að ég tók þetta bara svona stigmatandi, byrjaði fyrst svona meira bodybuilding, síðan fór ég svona, fyrir 1,5 árið síðan byrjaði mér í svona styrktarþjálfun. Og þá fór að hugsa bara kaloríur, borða meira kaloríum, þá fór ég bara að þengjast mikið meira. Og hvernig lærir maður allt tengt þessu? Þú byrjar í einkaþjálfun eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég er alveg bara sjálflæri, bara svona, YouTube, aðalega bara kennt mér. Og síðan alltaf, byrjaði ég í Þórs Power Gym, þannig að gymið hans Arthur Júlíusar í febrúar í fyrra, og þá alltaf tóku ég bara svona inn og kendu mig bara alveg endalaust, bara allt við þetta. Og það er mjög drífandi vera kringum þá alltaf, heldur manni við alveg bara svona, þú verður að gera þetta, þetta er vinnaðinn, þú verður, ef þú vilt vera góður í þessu. Talandi YouTube, þú ert að vlogga. Ég er að vlogga. Af hverju ákvaðstu að byrja að vlogga? Ég er bara búinn að vera að fylgjast með lengi með svona alls konar fitness-youtuberum og alls konar youtuberum sem eru að vlogga, og mér finnst það bara útláð skemmtilegt, og áhugavert efni, og mér langaði bara að prófa þetta, og þannig að síðan bara byrjaði á íslensku að sýna eitthvað, og síðan, með tímanum færði mér í ensku og bara, það er alltaf svona hægt og rólegar í Íslandi, það er alltaf svona löng myndbönd, þannig kannski erfitt að fá mikið af, áhorfum, en þeir sem eru að horfa eru virkilega aðdáendur, eða það sem að, eins og ég, kynnst þeim, þeir eru alveg bara svona, oh my god, hvað þú hefur hvatt mig áfram, og ég er bara svona, vá, hvað gaman að heyra, það er ástæðan okkur ég er að þessu, hvetja fólk áfram. Af hverju ákvaðstu að fara að vlogga á ensku? Aðalega bara fyrir að höfðu allir meira til erlenda markað. Mér finnst Ísland er bara 300.000 manns, það er ekki neitt með hvað er overseas. Þannig ég held að það sé meiri tækifæri í því að vera á ensku, sérstaklega í þessu sporti. Þetta er ekki það vinsælasta á Íslandi. Og frá hverju ertu að sýna á YouTube? Bara lífinu mínu, bara öllu. Það sem aðalega liftingar eða aflun er mitt stærsta áhugamál, og ég er aðalega að sýna það, en ég er líka að reyna að sýna lífið mitt og hvað er að borða, eða þessu verkefni eða hvað, bara svona. Alls konar. Ég náttúrulega var mjög mikið að gera sketsa á tíma. Varstu ennþá því? Nei, ekki mikið. Stundum kom maður bara, oh my god, hvað fyndið, ég myndi gera þetta? Og nei, ég nenni ekki vera að þessu. Er ekki rosalega mikil vinna á bak við allt þetta samfélagsmiðlastús? Jú, ég myndi segja að YouTube væri langerfiðast. Maður er kannski að klippa einhverja 12-20 tíma eitt myndband, og það fær kannski ekki jafn mörg views sem maður myndi óska. Þannig það er svona smá erfitt að reyna að halda sig við það, en maður verður bara, stick with it, Hvernig ertu að borða yfir daginn? Hvernig er hefðbundinn dagur hjá þér? Það er búið að breytast mjög mikið. Þegar ég var að vinna í sporthúsinu fyrir svona cirka ári síðan, þá var ég bara að hugsa kaloríur. Ég var bara keks, kökur, endalaust smjörið með öllu, og bara svona, ég var bara svona kaloríur, skiptir ekki máli hvað ég holti ekki, en nú er ég búinn að breyta það svolítið á síðustu 3 mánuðum, byrja að borða með clean, og það er alveg bara hakk, kjöt og hrísgrjón, kjúklingasoði yfir, og síðan nógu salti með öllu. Ég las einhvers staðar 8000 kaloríur á dag. Já, það er það sem ég reyna að ná hverjum degi, ná allan 8000 kaloríum dag til að þyngja mig meira. Það hefur búin að standa sér stað í þyngdunum svolítið lengi, Maður þarf að gera eitthvað með málum, eitthvað þarf að breyta, þannig að. Hvað ertu að borða oft á dag, heldurðu?
Hvað er það margar máltíðir? Ég held að það séu 6. Þarf maður ekki svolítið að þjálfa líkamann sinn upp í svona mikinn kaloríufjölda? Jú, ég er búinn að vera að gera það síðustu 3 mánuði, sko. Ég byrjaði, þú veist, það var bara svona gat bara að borða kannski, þú veist, 3-4 máltíðir. Síðan svona bætti ég smá meira við, byrja að bæta við 2 avokadóm við hverja máltíð. Og svona, þú veist, og núna finnst mér ég vera komin á það stað þar sem ég get byrjað að vera bara svona, núna er líka með vanir þessu. Ég ætla bara, þú veist, fara að bæta við, vera með 8000 kalóríur á dag. Þannig, já. Er þetta ekki mikið skipulag? Er það svo meal-prep og allt svoleiðis? Jú, en það er bara svo eðlilegt fyrir mér. Ég er búinn að vera í þessu svo lengi og þú veist, þetta er ekkert einhvern veginn að þvinga mín. Þetta er bara, ef ég gerir þetta ekki, þá líður mér bilað illa og þú veist, þá er ég bara að fara að líða illa allan daginn. Þannig, jú, þú veist, vakna alltaf fyrir vinnu klukkan 6 á morgnana eða 4 jafnvel ef ég ætla á æfingu, þú veist, á næturnar og þú veist, síðan elda, hrísgrjón, hakk og allan pakkan. Alltaf með svona stórt kælibóks með sér alls staðar, sko. Maður getur ímyndað sér að þetta sé ekki ódýrt eða ódýr lífstíll. Kostar ekki mikið að vera að borða svona mikinn mat og heilbrigðan? Jú, það er svona aðal ástæðan okkur maður er varla neitt að leggja neitt fyrir í dag. Það er svona, þú veist, maður eyða 100.000 kall plús í mat á mánuði. Þetta er bara, já, kjötið dýrt og allt þetta magna mat, þú veist. Og allt sem að fylgir þessu sporti, þú veist, öll fæðubótarnir og svona, þú veist, þetta er allt, kostar sitt. Aðalega sem ég er að taka, held ég bara glútamín. Síðan tek ég bara prótein svona shake þegar ég, þú veist, er með cravings, ég er svona langur í eitthvað, þú veist, eitthvað óholt þannig séð og bara svona, æ, það er ekki neitt til heima, það er bara prótein. Það er svona eiginlega, og lýsi náttúrulega, ég drekk mjög mikið af lýsi. Hvað ert að æfa mikið? 4 sinnum í viku. Það er ekki meira það, bara, þú veist, 4 mjög góðar æfingar. Þú veist, það er alveg bara að brjóta henni líkamanni þegar þú ert að æfa. Síðan er náttúrulega hvíldina, sofa nóg, borða nóg til að byggja hann aftur upp sem best. Og hvernig eru æfingarnar hjá þér? Ég er aðalega núna bara svona að fylgja svona kraftlýtingaæfingum. Þú veist, ég er ekki mikið að æfa afluna akkur núna, þess vegna er ég að æfa bara í Keflavík, þú veist, þannig að það sem ég get bara að æfa með stöng, basically, bara bekkbar þess að beygja og rétt stað að. Og þannig að það er alveg hvernig ég er að æfa akkur núna. Þú kepptir í Vestfjarðavíkingnum. Já, í fyrra. Geturðu sagt okkur aðeins frá því? Já, ég var búinn að æfa þarna í 4-5 mánuði og mér langaði bara að prófa, mér langaði mjög mikið að taka þetta í Vestfjarðavíkingnum og gerði það. Og náttúrulega var bara búast, ég var að keyra á staðinn sko með félagum mínum. Það var ég deyju stressi, ég var bara oh my god, ég er að gera með fíblu, oh my god, þetta verður bara hræðilegt. Og síðan bara kem ég á, þú veist, fyrstu grein, endaði að vinna hana og líka næstu grein, vinna hana líka og það eru 2 menn sem hafa keppt í sterkast maður í heimi hana og maður, þú veist, vinna þá líka og svona, wow, geti ekki átt einhverja framtíð þessu. En svona bara það var greinar sem hentuðu mjög vel, styrkurinn var ekki alveg kominn en það var svona ýmislega svona afbrunagreinar sem hentuðu bara hæðinu og stærðinu mjög vel. Hvert er stefnan sett? Hver er svona þín markmið í þessu? Bara að vera bestur. Ég langar að vera bestur og ætla mér að gera það. Bara tekur tíma. Þú veist, akkurat núna er bara að styrkja mig eins mikið ég get og þyngja mig og já, vonandi fer ég að gera einhver hluti eftir svona 1-2 ár í sportinu hérna heima. Það er svona markmiðið. Hver eru svona þínar fyrirmyndir í þessu? Náttúrulega eitt aðal ástæðan okkur ég byrjaði í þessu var náttúrulega Hafþór Júlíus. Hann náttúrulega er, þú veist, svipað hár og ég og alltaf var í körfu, var gett léttur síðan hann bara sterkast maður heimi í dag. Og þannig að, þú veist, ég held að ég, þú veist, út að ég var svo stóri, ég ætti bara heim í körfubolta og það væri einu staðurinn fyrir svona hávaxaminn væri körfubolti. Síðan voru afbrunir, þú veist, svona einstaklingi íþrótt og ég bara kíkja, horfði á myndina Jón Pál, þannig ekkert mál fyrir Jón Pál eða eitthvað. Og ég bara, oh my god, ég verð að prófa þetta, þú veist, fekk bara brennandi áhuga fyrir þessu og já, bara hef ekki litið tilbaka síðan. Og nú ertu orðinn líka rosalega sterkur og stór. Já. Hvernig viðbrögð færðu frá fólki? Finnurðu öðruvísi viðbrögð núna eftir að stækka svona mikið heldur en áður? Ó já, það er þannig að ég náttúrulega var að vinna sem dyravörður, einu sem 2 skipti árið 2014, ég var svona grannur sko. Það fekk bara enga virðingu, það var bara allir vildu skilur peka fæt við eða hvað sem er og síðan var ég að vinna sem dyravörður fyrir hálfu ári síðan. Og það var bara allir, ég er svo fucking hræddur við þig. Oh my god. Bara eitthvað, fólk er bara já, smeykt við manna, þú veist, ég náttúrulega hef aldrei gera þetta manneski neitt. En þú veist, ég veit ekki, það er gaman svona, þú veist, fá smá virðingu eða svona þannig séð. Þannig fólk þarf ekkert að vera hrætt við þig? Nei, alls ekki. Ég hef aldrei náð mér einn og myndi aldrei gera það. Svona, já, ég bara vill öllum gott.